22. september. Ég ekki komið leið á þessu lagi og mikið ofboðslega vona ég kæru hlustendur að þið séu ekki heldur komið leið á þeim. Svona byrjum við þáttinn og höfum gert það í nokkur ár. Og það, ég veit ekki, þetta lag bara kemur mann alltaf í stemmingu. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti og beint á móti mér sitja, einn harður og einn mjúkur. Það sama line-up og í síðustu viku. Steindi Junior reyndar kominn heim úr þessu, í Bísapartíinsinu, en hann farin beint til Egilsstaða í tökur á auglýsingu. Þannig að Rikki G situr í hans sæti og Rikki, verður velkominn. Já, þakka ykkur kærlega fyrir. Stóðstu vel síðast, þannig að við höfum ákveðið að fá það aftur. Mikill heiður. Já, heiðurinn bara allur okkar. Hvernig ertu þennan föstudaginn? Herðu, ég bara nokkuð sprækur. Nokkuð sprækur? Já. Það ekki bara gott? Jú, það bara mjög gott, sko. Já. Gætur þau verið betri? Já, ég geti svo sem alveg verið petri, en... Já, hvað það, þú mætti geta allt sem þú vilt borða það? Já, ekki bara það, bara, gaman við verðum að fara út í kvöldfélagarnir og bara, maður mætti aðeins bara lifa lífinu. Já, þú meinar? Lifa og njóta. Egill, hvernig ert þú? Ég eins og nýr. Þú ert eins og nýr? Já, það bara hannig. Hvað veldur því? Hvað veldur því? Já, sért eins og nýr. Góð spurning. Ekki veðrið, það búið rigning alla vikuna. Það góða punktur. Þú ert eitthvað á leið í sól. Ég er leiðin í sól, eftir ykkur 10 dagar. Tenerife. Það væri bara á sandölunum, nakin með einn jökul. Þú veit að það leiðilegt. Gerðu bara fólkið hann greiða þarna á tenni, það verðst alltaf í stuð. Ég ætlaði að fara að segja það, ekki vera nakin þarna. Með það raskat sem ég sé, sko. Nei, það er ekki eitthvað sem þú þarft á netmiðla Íslands þegar þú ert úti, að þú sért á fermingabróðunum á tenni. Ég skal vera í stöðbuxum og það verður ekkert vesinn. En segðu mér eitt, fyrst þú ert á leiðin í sól. Já, nú verð ég bara að spyrja, þú ert á leiðinni sól með familíunni. Ákveður ekki Beni sem þinn uppáhaldsstaður, ákveður Tenni? Nákvæmlega. Sko, ég fara á Beni það oft. Ég get ekki alltaf fara á Beni. No. Er það loksins að koma í ljós? Ég hlýta með að breyta til, stundum með það ekki. En ég meina, bara svona til þess að sjá í gegnum þetta bullshit hjá allir, hvað langt síðan að fóra á Benidorm? Hvað langt síðan fórst á Benidorm? Það er ekki svo langt síðan. Það ekki bara þar að við fórum þér og varst veikur. 12. Frábært, 5 ár síðan. Það var þetta hræðileg ferð. Það komið tíma á það, aftur. Þú lítur ekki að dobla eitthvað með þér í þetta. En við erum með rosalega þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Og þá meina ég rosalega. Við erum með nýjan dagskrárlið sem heitir, DJ-keppni FM 95 Blö. Hann mál með vexta, ég sitt á móti tveim DJ-um, Rikki G, hann að DJ alla helgar og Egill Einarsson, hann svona tekur að sér, ekki bara svona stór gig. 2-3 ári og þeir heimtu að ég myndi að vera með, þannig að ég ákvað að slá til og við fáum allir að spila 3 lög, sem sagt 30 sekundur, nei, þetta bara basically 90 sekundna DJ session með 3 lögum. Og þjóðin kýs svo eftir. Já, hlustendur hringja svo í 511-0957 og gefa sín atkvæðin. Ég nefnilega mikla trú á Blö, ég get alveg séð Blö ráðandi í einhverju búri í miðbænum á DJ. Já, þetta nú ekki flókið, veist að Egill getur það, maður það bara fá einhvern til að setja þetta á lykil fyrir sig og svo getur þú bara hoppa í pönnukökur og kaffi, sko. Akkur ekki fá Blö bara á hverfis, einhverja helginni og Blondell. Já, ég þurfti að vinna þetta eftir. Svo erum við með dagskrárliðin Marja vekja þig og það eru 2 stórskemmtileg símtöl þar í dag. Annars verður það Sigmar Vilhjálmsson sem ég vakti þegar hann var í golfferð í Þýskalandi. Hann kallað King sem vil, ekki Sigmar Vilhjálmsson. Fyrirgeðu Egill. Ekki lagi með þig. Mjög góð punktur. Sigmar Vilhjálmsson. Ég veit fyrir víst lengur í dag. Ég veit fyrir víst að Simmi er búinn að biðja að hætta að kalla sig King sem vil því að synir hans og fleiri eru byrjar að kalla hann til kringum hann. King sem vil. Þannig að ég ætla að halda áfram að kalla hann bara Simma. Ég vakti hann sem sagt og svo vakti ég líka mann hér í bæ, ég minna hann heiti Haukur, Haukur að Bjarni eða eitthvað. Já, ég var bara að ringja frá, þóttist að ringja frá Kapasend. Ég ringdi nóttina að spyrja hvernig nettengingin væri. Væntanlega mjög feskur. Hann var ekkert alltaf fest með það. Svo erum við með spurningakeppni Gilsarans og hvort myndur frekar. Við erum með, þú ætlar að vera með myndur fyrir Kasseil. Hárrétt. Í dag. Veisla. Gulli Helga gigir hérna í spjaltul okkar. Gulli Byggir að fara að byrja á mánudaginn. Og ætla þú að vera aftur með augljósar. Já, Þú baðst mér að hætta síðast. Já, þetta, ég talaði eins við Egil, tókum svona smá spjallaðun og þetta er náttúrulega uppáhaldsliðurinn minn og Egil var eitthvað svona ekki alveg í nógu góð skapi. Nei, ég var bara eitthvað smá tired akkurat þegar fór inn að lið. Af því að, ég veit að Egil hefur gaman og svo hlæðir. Já, ég elska þetta. Ég vandaði mig ekstra vel í dag og ég held að Egil eftir að hafa gaman að þessu. Nú er ég mjög spenntur. Já, ok, þannig að þú ætlar að vera með aftur af því að Egil var illa upplæður síðast, þetta var bara ekki lélegt eða? Nei, mér fannst þetta var náttúrulega bara lélegt því að þú náttúrulega lækkaðir alltaf í beddanum og hló enginn.
Ég hlakka mikið til. Egil sagði bara við mig að hann var bara eitthvað illa fyrir kalla og það getur bara gerst á bestu bæ. Ég bað bara kleinurringin afsökunar og sagði að þetta myndi ekki gerast aftur. Baðst bara mig afsökunar. Það myndi að segja eitthvað kleinurringur sko. Þannig að við erum með fanta fínan þátthandekur í dag, kæru hlustendur. Ég ætla að vona að þið, bara sitja sem fastast og hlustið og ég ætla líka að nýta tækifærið og óska Valsmönnum til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta eða einhverju valsar að hlusta. Vel gert. Með Solo Dance þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Ég vil þakka ykkur bara kærlega fyrir það. Ég get ekki lýst hvað ég mánaðarið ennþá nenn að hlusta á þessa vitleysu, en það komin tími á slúður hér í FM 95 blöð. Er þú með það eða Dr. Donut? Ég með það. Okay. Þú sagði mér einhvern að Rikki væri með lélegasta slúður sem til alltaf. Já, það er lélegt, það er eiginlega comedy. Okay. Það er gaman að láta Richard taka við. Akkur hlóstu þá ekki með það slúður eða comedy? Nei, það er rosalega slagt. Láta mig heyra það sko. Ég ætla að byrja slúðurinn á, þetta er slúður sem þú er ekki ánægður að heyra, Egill. Þetta er þinn maður. Ok, hvað er með það? En þetta er hann Tom Cruise, en hann er víst ekkert eðlilega stjórnsamur. Það fyrir ekki Tom maður. Og er víst einn erfiðasta stjarnan í Hollywood. Sjokkar. Þegar kemur að bíómyndum the need for speed. Muni þessu? Já, menn hann er gríðarlega erfiður. Og það nýjasta sem var að koma núna, og þetta er eitthvað sem ég langar að ræða við ykkur. Ég sagði nú hérna í slúðurinn. Hann nenni bara ekki að ykkur ljósatrúður á setti hér að gefa honum skít. Nei, hann er alltaf að stjórna leikstjórunum eitthvað. Já, hann nennir ekki að ljósatrúðurinn eitthvað svona að rekst í. Ljósatrúðurinn? Já, þú veist. Gaman að vinna í myndbandi með þér. Þvílík virðing. Allavega Tom Cruise, ég fjallaði hana hérna í slúðurinn daginn að Katie Holmes og Jamie Foxx væru búin að opinbera samband sitt. En nú var komið ljós af hverju að það tók nokkur ár. Því að 5 ár eða ekki? 5 ár? Já, 5 ár, því að þau Tom Cruise og Katie Holmes, þau skildu fyrir 5 árum og þá var við skilirði að hún mætti ekki fara í annað, hún mætti ekki fara á opinber stefnumót í 5 ár og í staðinn fekk hún háa peningagreiðslu frá Cruise. Kongur. Þetta er ekki bara þvílíkur kongur, það er bara eitthvað aðom. Þú ert ekki að fara að date í 5 ár. Það er ekki eðlilega. En hann tók mjög vel í date heima og svona vídeospólu date og eitthvað þannig. Já, ekki segja mér að þið þykir þetta bara eðlilegt og þú skiljaði kona hennar að hún með ekki fara á opinber date í 5 ár, annars fær hún ekki greiðslur. Bara ekki lagi með þér. Þetta er alltaf Tom Cruise sko. Já, mér er drullu saman maður. Ég verð að taka upp hanskan fyrir blöð þarna. Hann var í Top Gun. Hvað segirðu? Hann var í Top Gun. Já, hvað á hann að lifa lengi á því hjá þér? Hvað er myndin? 30 ára eða? Hann er vist líka hrikalega ráðríkur þegar kemur að samskiptum við blaðamenn því að ástralskur blaðamaður sagðist að vorðið að fara á 4 tíma námskeið Starfsemi vísindakirkjunnar áður en hún var að leyft að taka viðtal við leikarann. Góð, he's lost it. Það eru fleiri svona í Hollywood eins og Patrick Bale, Christian Bale fyrir ekki, þú mátt ekki taka eye contact við hann á setti. Nei, ég veit það, en hann er ekki svona í félagslífi sínu. Nei. En ég verði ekki, þetta er svolítið sérstakt og með ekki fara að date í 5 ár. Það sljómar eins og sé hvað lítill ís er hann sko. Já, lítill ís er 60 sko. Þú veist, því ef þú ert með sjálfströst þá er skítsama þú og kona en byrja að data eitthvað bara í næstu viku. Þessi vísindakirkja bara búin að eyðileggja hann. Já, ég held hann alveg líka sko. Ég enda að geti skráð mér þess að vísindakirkja okkur staðar. Þú ert held ég eini vitleysingurinn í Íslandi sem myndi skrá sig hana. Ég var að horfa á heimildum daginn á RÚV. I wanna sign up. Ég hjálpa þér að taka til í bílskurnum. Þetta fyrir þess að ég þá held að þú ert nógu skemmtur fyrir. Innréttu fyrir Tom Cruise, innréttu bíóherbyggja þar sem hann chillar og horfir og... Þú veist, þú getur alveg fengið fólki í það sko. Þú ert ekki að skráði í trúasamtök. Þú veist, það eru bara fyrirtæki sem setur fyrir heimabíó sko. Þetta virkar svo góð dýtt. Þú myndir vera eitthvað smá á. En sko, fyndna er Egill, núna þegar ég hugsa það. Þú ert einn af þeim fáu sem ég þekki sem væri nógu vitlaust til að skrá sig í þetta. Mér langar að skrá mig. Og veistu af hverju? Það er hægt að selja þér pottasett á 700.000. Þá er þetta plataði í vísindakirkjun og þú myndir láta að hafa 15% öllum launum. Ég gleymi ekki það Gilsari sagði mér hann hafi verið að gera fjárfestingu sem dugar til ævi loka. Egill er búin að reyna að verja þetta hérna í útvarpinu en ég veit að maður má ekki ræða hvað gerist þegar maður er á trún og fyllir í útvarpinu. Það er eina reglan hjá mér Agli og Steinda. En ég ætla samt að brjóta þessa reglu núna. Egill hefur viðurkennt fyrir mig blind fullur, hann daus og eftir að kemta þessa potta.
Þú sagði að það hefur verið lokkaður. Já, ég hef verið ofurölvi. Það er ekki rétt. Ég er ekki að ljúsa. Nei, máli, Þú sagði að ég var lokkaður. Nei, Kolbari sagði Vöðvingi, maður bjóða þær í mat. Hann sagði aldrei ég var á salatmasterkynningu. Og þegar ég mætti, þá var bara kona þarna, byrjaði að elda. Ég sagði, hver er þetta? Hún sér matinn fyrir okkur í kvöld. Þetta er svona Og síðan elda hún fyrir okkur og Já, þá har þetta samt ekki að kaupa pott á 700. Þá segir þú bara, herru, þetta voru geggjaði pottar, en takk fyrir mig. Þú áttar ekki á pressunni sem var komin á Vöðvingjan, sko. Þetta virkað þannig, 2 pör, í einni kynningu, aldrei meira. Hann Kolbæði að velja 2 pör og hann fekk Inga vinn sinu sem var Vöðvingjan. Keypti Inga líka? Nei, konan byrjaði að segja við Inga, hérna sérðu, hérna er þessi pakki hérna 700, hérna á Kólu 1,2. Pakkar hann að byrja 1,2? Keyptur þú ódýrasta pakkan? Já, ég fór í ódýrasta pakkan, sem var 700. Tala þessi pottar það? En sko máli, en Ingu sagði, ég ætla að hugsa þetta aðeins. Þannig að hún horfði á mig, konan. Ég var einn eftir. Já, ég myndi alltaf taka. Þannig ég sagði bara, hörðu mér steldi vel hún á 700 svona pakka þarna. Já, ég hef alltaf tekið bara mér En ég ætla að sleppa aftur að kaupa pott á æfi minni. En maður þá bara til þess að gera langasögu stutta þá eiginlega Kolbarinn sem var að heita vinurinn, hann bara eiginlega girti niður þig. Kolbarinn salatbarstareigandi líka. Hann einhver girti niður hann á tímapunkti. Nei, ég meina hann hefur þá pottið fengið eitthvað díl. Þetta er pottið svona eitthvað skím að lækkar hans verð. Ég skal loka því að ég fæ eitthvað Já, þetta er eitthvað svona píramíta. Ef hann væri að gappa eitthvað svona þöngulhaus í þetta líka, þá fara hann afslátt á sínu setti. Ertu komið læsens til að selja pottana núna líka eða? Er þetta svoleiðis kjafta? Það væri veistlaðin. Ég með hugmynd, ef ég held salatbartakynningu heima og þessi indala kona kemur og þið tveir mætið og sjáum hvað gerist. Ég segi annarkur eitthvað labbrot með sett. Það er enga líkur. Þetta sé nákvæmlega 0,0%. En ekki það, ég var alveg full að trúa á þessu pottasetti. Mér finnst það bara svolítið dýrt. Það er hins vegar komið að næsta slúðri og stórstjörnurnar Tori Spelling og Ian Searing á ferðalagi Ísland ásamt mögum sínum. Já, þetta eru þau Steve og Dana úr Beverly Hills 90210. Býtu, eru þau item eða? Nei, þau eru sem sagt með mögum sínum. Þau eru greinlega bara að hafa haldið sambandi eftir 90210 og þau eru ferill er ekkit endilega blooming dag er það nokkuð? Blooming er hart til orða Nei Vægt til orða En Steve var alltaf Mjög svona hann var hresstrúður Já, ég held að þau séu bara bæðið mjög skemmtileg En mín persónulega skoðun Mér varst Dana Mín skoðun í rétt á henni leiðileg í Beverly Hills Fannst þér? Hún var svo vælin Varstu brendumadur? Já, brenda frábær Já, Kelly maður Það var rosalegt að senja þetta á hefti Ég var rekinu Beverly Hills 90210 Það var skellur fyrir okkur aðdándur Geggjuleikuna En þau eru búin að fara að fá sér bjór og svo fóruðu hérna einhvern hellir og búin að fara upp á jökul og þau eru bara skemmt að sér konunglega hérna Það vitlaus ég var til að hitta þau En af hverju samt ekki Melrose Place Blue búin að line upp hérna interview Beverly Hills Beverly Hills Blue Af hverju ekki búin að line upp hérna Ég sá þetta bara áðan Viðtali Já, sko málið er að þau settu hérna Ian Searing, hann setti þess að mynda sér með kærustunni á Instagram og hann er með 1900 likes og 50 komment Ég held að maður alveg geta haft samband við hann bara á Instagram 100% Hann er ekkert eitthvað drukn í kommentum sko Það segir hérna í næstu viku að fá hann að koma yfir Getur þetta að senda honum bara núna þó var ekki nema bara símavittal og kalla hann Steve Þetta var slúðupakki dagsins Hér eftir smá stund Rikki G ætlar að gefa augljósum annan séns og svo erum við líka með skal ég segja kortmyndur brekar Ný og stórglæsileg verslun gæludýr.is hefur opnað úti á Granda Verslunin er staðsett í sama húsnæði og Ellingsen Komdu og skoðaðu frábær opnartilboð Gæludýr.is Allt fyrir gæludýrið þitt Slys geta skert lífsgæði okkar. Við hjálpum þér að fá greiddar þær bætur sem þú átt rétt á. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Lagðu Ísland undir fót og njóttu íslenska sumarsins með Air Iceland Connect. Sveitaís er ekta rjómaís og huppuís er ískaldur mjólkurís. Þitt er valið. Ísbúð Huppu, Selfossi, Álfheimum og Spöng. Ég er ekki hundur. Ég er hellisbúi. Miðasala á miði.is. Þarftu endurnýja reiðfatnaðinn? Haustútsalan er byrjuð í Topprætir. Komdu við og kíktu á úrvalið. Við hlökkum til að sjá þig. Topprætir, Ögurhverfi 2, Reykjavík. Lexus heldur glæsilega hybrid-sýningu í Kauptúni á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. Komdu og skoðaðu hybrid-línuna og kynntu þér tækni án málanilana. Við tökum vel á móti þér með ilmandi kaffi og veitingum. Lexus Ísland.
Varmadælur, hagkvæmur kostur til upphitunar fyrir norðlægar slóðir, verð frá aðeins 155.000, kælitækni. Allt svo mátulegt. Kormákur og Skjöldur, Skólavörðustíg og Laugavegi. Happy hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga, 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Fréttablaðið, mest lesna dagblað landsins. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll, þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Haustið farið að segja vel til sín, það ekki nokkuð spurning, en við erum í góðum gýr hér, strákandir Auðun Blöndal, Rikki G og Gilsarinn. Það sumar hér. Alltaf sumar í Stúdíó FM. Já. Það geggjur kynninga þar, veit ég. Já, thank you. Rosalega gott flæði inni og hérna. Já. Þú ert góður útásmaður ekki, ég skal gefa það. Takk fyrir útásmaður. En, herru, þá var ég að spáði að fara hér í dagskálinn kortmyndur frekar. Ég er með hugmynd. Förum frekar í myndur fyrir Kajas. Já, ég er... Þillið? Já, ég fíla það. Breytum aðeins til, snúum við svolítið við. Já, ég er alltaf til í breytingar, þó ég sé minna fyrir í lífinu sjálfu, en þá er ég til í breytingar hérna í þessu stúdíu. Er það ekki? Jó. Ekki fear the change? Nei, ég veit, ég er alltaf vanafastur. En þú varst fárveikur í síðast. Er þetta ekki samt svona eitthvað, þetta er ekkit... Ég var með kortmyndur frekar síðast. Já, það var bara basic. Þú vildi baða Ásgeir Kolbens. Þú vildi breyta nafninu inn í Raskat, Rikki. Já, það er þetta komið ljós. Og fólk er bara að kalla, sömur kalla Richard Raskat. En það er samt oft sagt fyrir svona krútt, þú sem ekki Raskat. Þannig kannski finnst fólki bara Rikki krúttlegur. Það er samt 14 ára frændi minn kom á Facebook daginn og sagði, hvað segir Raskat G gott? Þetta var svona bastur. En jú, fyrir bara í myndur fyrir kortmyndur frekar síðast, nú er ég með myndur fyrir Kajas. Og þetta er 3 spurningar. Já. Og eru þið tilbúinir? Já. Ræði ég hver á svarettin eða hendi þessu bara fram og við skellum þessu mill okkar? Finn liður, þú stjórnar bara eins og vilt. Good question, eitthvað Hvort, hvernig ætlar að hafa þetta? Ætlar að spyrja einhvern? Ég ætla að hugsa þetta, ég ætla fyrst að byrja að lesa bara fyrir nummer 1. Okay. Myndirðu ganga í skítugu nærbuxum, vel skítugum, af Richard Skástrygg Ödda í heilt ár fyrir 450 krónur á mánuði? Steady, aukalega. Þannig að ef við byrjum á mér til dæmis, þá var ég... Sko, Rikki er basically búin að skýta, hann er ekki búin að skýta í sig. Hann er búin að vera erfiðri æfingu og þú veist... Og er ég alltaf bara í þessu nærbuxum? Já, þú veist, þú bara skítugu nærbuxum að... Nei, þú veist, ég vil fara bara nýjar. Já, skítugu nærbuxum alltaf í hverjum degi, já. En samt 450 kall og aukalega á mánuði. Góða bónus. Lyktar þetta eða? Rikki, hvernig er þetta hjá þér þegar... Þú verður að leita þér hjálpar. Hvað, höfður? Þetta er ekki hægt. Ertu að segja semst, bara þegar ég var blöðin búin um æfingu, þá ég gerði það með úr mínu nærbúsum, ég er rétt honum það. Og hann var segjast það gangi í þeim. Já, glemt þessu, ég vil ekki sjá það. Já, saman bara ég er bara mjög góður, sko. En þið samt, þú veist, þið meiðið ykkur ekkert og fólk finnur ekki lyktin þessi hitt út á götu. En samt, þetta er tæpa 5 miljónir. Þetta er 450 aukarlega á mánuði fyrir mjög litla vinnu. Richard bremsufar, búið. Já, og hvað þá, blöðbremsufar eða? Ég er bara góður, sko. Hann tala ekkert um blöðbremsufar, hann sagði Richard bremsufar. Nei, ég segi nei. Það segi nei með þessi? Sama, já. Ég held að ég myndi fá 2 já hana, en... Jæja, myndirðu leyfa þjóðinni hafa beinan aðgang að netbrowser historinni í tölvunniðinni fyrir auka miljóna mánuði? Já. En veitu, hvað þýðir það? Bara, sjáðu bara... Ég get bara fyrstu, hvað ætli blöðu sér að skoða í dag? Já, bara sé hvað ég er að skoða og svona. Já, bara hvað átt að skoða á netinu og hvað átt að gera? Já, ég er svo sem ekkert... Hvað fyrir 1 milljón aukalega? Já. Það er ekkert... Mér myndi líða illa með það, en ég hef svo sem ekkert að fela. Nei, þú sér samt alveg, þú veist, það fer í browsing history og það chatta við eitthvað, það kemur í history, Facebook, eitthvað skástrík, eitthvað Rikki sést þá spjallið? Nei, bara hvernig hann spjalla við. Þannig að fyrir svona... Það er næstu aðeins að flækja þetta. Þannig að þú veist, ef þú spjalla við mig á Facebook, þá fer það í history þitt, skilur. Það sést þú að það tala um mig. Sést bara nafni. Ekkert hvað varum að tala, að spjallum. Já, jú, ég myndi passa það bara. Jú, ég segi já þessu. Já, ég ætla að henda já þetta líka. Það er samt verra fyrir þig. Já, miklu verra fyrir þig. Já, bara síðu sem þú ert að skoða. Já, það, hvað, Halló Latti mætti ekki í stúdíu. Þú veist að þið er ekki að fara í incognito window þegar rétt á hún að ferða á þessar síður þínu, sko. Farið hvað? Þannig að incognito window sem hristararnir nota alltaf, þá ferði hérna, þá
hægra horni, velur incognito window, þá kemur svona þú greinlega veist allt þetta. Ekki vera að tala aðra hreistara. Ég bara aldrei heyrt þetta á ævinni. Ég sver ég aldrei heyrt þetta. Hreistararnir opna það alltaf því að þá kemur það ekki á historinu. Já, ok, frábært. Farðu að nota þar ekki? Já, farðu þú bara að nota það? Þetta sko, máli að Valdís, minnstu frábær, við þekkjumst. Ég held að henni sé alveg sama með þetta hliðar atriði sem Rikki með alltaf. Þetta samband sem þú átt með fartöluna. Já, að gera svona fartölu. Þú veist hvað við. Það saman með þetta hliðarspor með tölvunni. Já. Hliðarspor með fartölu. Já, að gera svona fartölu sko. En svo svarið spurningunni, þetta er alltaf já. Já, ok, Richard? Já, ég myndi alveg taka þetta. Ég held ég myndi fá nei við þessu og já við hinn á þann. Þetta er skemmtilegt. Myndu vilja líta út eins og Rikki G sem eftir fyrir 3 milljónur á mánuði. Spyrja hann líka það? Nei, bara ég báða bara. Ég lítur út eins og hann. Hann fæði ekki korón. Það byrjum á blöð. Það er frostið þetta. Býtu hvað þetta, bara bjóðu 3 milljónir, það lítur út eins og lítur út. Ég hugsaði þetta ekki allir landa, byrjum að hefða blöð bara. Wow. Þú ert örugglega búið með eitthvað í háskóla, ekki? Búið með eitthvað í háskóla? Hvað? Það er skot á mig hana? Nei, ég er að tala um Egil. Sko, þetta er náttúrulega léttast í heimi fyrir Rikka, því hann lítur út eins og Rikki. Þannig að þú er basically að bjóða 3 milljónar á mánuði fyrir að vera hann sjálfur. Hann bara gerir þetta til að pirra mig. Ég svolítið að býta svar frá blöðunum hann áður í fyrir yfir á Richard. En hvað því þetta? Þannig að verður andleitað mér alveg eins og allt líka? Nei, bara nákvæmlega eins og hana sem eftir er. Já, bara þá andleitað og allt líka. Þannig ég lít bara út eins og Rikki það sem eftir er. Bara ef ég kem til mömmu minna, þá segir hún bara Rikki hvað þú að gera er og ég ætla bara að hæta ég auði. Svona. Good question, Guðaro. Það er ekki alveg búin að pæla því. Þú lítur bara út eins og Rikki. Og hvað, fyrir 3 milljónir? Á mánuði. Já, með fullri reyningu fyrir Rikka og hans útliti, þá er þetta vító. Já, ég skal vera alveg bara hinskil líka blöð. Ég myndi ekki líti út eins og þú heldur fyrir 3 milljónir. Það var ekki spurningið, Rikki. En viltu líti út eins og þú fyrir 3? Já, ég er bara góður, sko. Bara milli færi þetta á mig núna. Jesus Christ. Þetta voru góða 3 milljónir fyrir þér, ekki? Skemmtilegt það, þeir komu nú inn í heimsókn til okkar í síðustu viku þessi snillingar og fóru á kostum. En ég held að þetta séu heitustu tónlistamenn landsins eins og staðan er núna. Þetta er toppmenn. Já, virkilega, já, bara góði drengir. En það er komið tíma á dagskrárlið sem heitir Sturlu staðreynd eða hrossaskítur. Spurningakeppni milli, já, ykkar tveggja. Og Egill, ég verð að gefa það. Þú ert bara búin að vera nokkuð brattur og hefur unni held í síðustu 3 eða 4 í þessu. Það þakkaði fyrir það. Pressa á Richard. Já, það er pressa líka. Það er rétt. Hann er breyta fantasíliðinu svona, þannig ég hef ekki miklu áhyggjur af þessu, hann er ekki svona einbeittur að þessu. Það eru einbeittur hérna. Ég er bara mjög einbeittur. Egill er að þetta ligara gilsa, sko. Fantasí var open, Richard. Var ég að breyta liðinu? Það var bara síða open, ég var að gera þetta milli laga. Herru, drengir, ég var að halda áfram útastáttin hérna. Við byrja þjóðana skilning. Richard er kolvetnarsvelti og uppstökkur. Bara ótt að segja það. Þú sagði hann edru, sem er double whammy hjá honum núna. Hann er reyndar í kolvetnisvelti. Hann er kolvetnisvelti og edru. En það er komið tími á Sturluða hrossaskítur og fyrsta spurning. Það er til sjúkdómur sem gerir það verkum að það fara hár að vaksa úr augasteinunum maður. Shit. Þetta Sturluða það var álur skellum. Er þetta hrossaskítur? Er ég að Dr. Donut sem er fyrstur? Ég hendi svarréttunum á Dr. Donut til að byrja með. Blöð, sko. Doktor. Hann segir doktorinn. Ég held að þetta sé þetta er þannig, þetta getur ekki verið hrósið. Blöð gæti ekki hafa verið að skálda þetta á stanum. Ég held að sé að fact. Þú vilt meina að þetta sé Sturlu staðreynd að það sé til sjúkdómi sem gerir það verkum að það fara hár að vaksa úr augasteinunum? Já. Egill? Ég finnst þetta geti alveg verið 50-50. Þetta geti verið horse manure. Það er alltaf spurningar 50-50. Þetta er já eða nei. Ég vil þetta svona 75-25. Mér finnst það hallast öðru. Nú er ég alveg 50. Þetta gæti verið blöðsauður, sko. Þetta gæti verið að fact. Ég ætla að fara á móti Richard. Ég ætla að segja þetta sé horse manure. 1-0 fyrir Rikka. Anskot. Þetta er Sturlu staðreynd og heitir þessi sjúkdómur limbal dermoid. Þá er það næsta spurning og hún hljómar svo. Sweat-room fetish er þegar að fólk örfast kynferðislega af svitalykt. Sweat-room fetish. Og nú byrja ég á gilsæranum eða vöðingjónum fyrir gjöðum. Er þetta Sturlu staðreynd eða bjó ég þetta til? Sko, fólk er með fetish fyrir öllum
Anskotan Heldur að svitalikt sé þar inni? Tásufetti sem mjög vinsælt Richard er einmitt með það, hann satt með það í trúnaði þegar hann var mökkaður, elskar tásur. Þetta með tásufettis? Nei, ég er ekki með tásufettis. Það er ekkert að því. Ég er bara ekki með það, hann er bara að ljúga. Hann er bara að ljúga allan þáttinn í það, sko. Þannig að ég ángríns á vinn sem er með tásufettis, þannig að ég myndi ekki dæma. Ég myndi bara segja, ég er bara ekki með það. Þú er ekki tær? Ég fer í sokkum í ljós, sko. Þú getur rétt síma ímyndar, ég er ekki með neitt það. Ég er með tásufóbíu frekar, sko. Það er í sokkum í ljós? Já, mér bara líður illa í berfættur. Það er skjarna kvita tær og kaffibrúna kálfa og það er weird. En, já, hérna við erum ekki að ræða fettis en hans Rikka hérna. Heldur að þetta sé til? Þetta er eiginlega 100%. Því að sko, þetta megabæt, þetta er fullkomna sens og þetta er hárrétt. Þetta er ekki með hálfa sekund að svara þessu, já. Nei, þetta bjó ég til. Það er ekki til eitt sem heitir Svettrum fettis. Jóstu þetta til? Já, hvorur Rikka fær stig? Þetta var vel gert þetta. Þetta var góð líð þar. Ísland er eina landi í heiminum sem er laust við moskítoflugur, sturlustaðarind eða hrossaskítur. Og það er Doctor. Sko það Færir, ég trú ekki að sé moskító í Færum. Nei, ég held að ná moskító á Grænlandi ekki voru á vöðvíkinni, ekki voru á þetta er kjaftaði. Þú segir þetta sé hrossaskítur. Egill. Sko ég er að hugsa, eru Grænlendingar það óopnir og það er sól í 2 vikur áriðar og síðan er moskítófluga líka. Þá, þú veist, það er Sko ég hef ekkert á móti Grænlendingum en ég mun aldrei fara aftur ánga. Jú, ég mun kannski fara aftur en ekki aftur til Kúlusúk. Þú var skítandi í fötur? Já, ég fór bara 50 ára aftur í tíma. Skýst í fötu? Það er bara akkurat þannig. Menna, þú veist, hann skeiti fötu. Nákvæmlega það gerði. Það er hérna Síðan helta ísi með Nei, við vorum ekki á Kúlusúk, hvað hétt það aftur? Jú, ég manna ekki. En hvað segir þú Egill? Sko ég er að velta fyrir mér, erum við eina helvítis landið ekki moskítóflugur? Ekki bölvaðinni þetta? Ég segi þessi já, það er rétt. Það er rétt, Agli, hann er komin í 1-1. Ég er í alveg með moskítoflugur á Grænlandi. Greinlega, Ísland er eina landi sem er laust við þetta. Vel gert. Stílik veitla. 3. spurning og hún hljómar svo... Nei, 4. spurning. Plöntur geta fengið kynsjúkdóma. Sturlustaðarind eða hrossaskítur og það komið að þér Egill. Þurfum að senda ekki sexual intercourse til þess að fá kynsjúkdóm eða? Ekki nema eitthvað með klamydiu takki utan. Ég er ekki að fara ef eitthvað með klamydiu takki utan að þér. Hvernig heldur að klamydiu að fara á milli fólks, Riki? Hvað heldur að gefa bara high five í ræktinu og komið klamydiu? Ekki opna þig Ekki segja mér Richard þú hefur verið eitthvað inn í stofu með einhverju plöntu í einhverju rugli. Svaraði Nei, hann byrjaði að tala um þetta. Allt áfram. Heldur þetta sé Sturlustaðarind eða hrossaskítur? Ég held að það sé líklega mest að kjafta þessum æfinn heilt held ég. Þú segir hrossaskítur. Riki? Ég verði að segja hrossaskítur líka. Það er vitlaust, plöntur geta fengið kynsjúkdóm. Tókst ekki séns, Richard. Staðan er ennþá Þetta átti ekki að vera hægt. Hún er ennþá 1-1 og það er síðasta spurningin. Hvað er búin að lélegir í Og hún hljómar svona: skjaldbökur fá það þegar það rignir. Ha? Já. Þegar það rignir? Já. Bara kemur rigning og Já, ég veit ekki hvernig hljóð kemur frá það, en þetta er spurningin, já. Það er satt helviti. Það er mjög sérstætt, sko. Og Riki, við byrjum á þér. Þú veist, ég held að blöð ekki verið að taka perrablöð á þetta í gær og búið þetta til, ég held að setja sér rétt. Þú segir þessi Sturlustaðarind? Það er líklega mest að kjafta þessu æfinn heilt. Það er hárið eftir það Egill. Hvað heldur að með ekki rigna nokkra skjaldbökur það sé bara eitthvað kynsvar þarna? Ég næ alltaf Egill vann 2-1 og Óskar Ég held ég að þetta sé plana hjá okkur á kaffistofuna hann muni vinna. Nei, þetta er óþolandi. Ég get svo svarað. Hvað heldur alltaf skjaldbökur fá það bara þá komið smá rigning? Það eru örfá sæti laus og við viljum hafa þið með okkur. Við leitum að einstaklingum á öllum aldri í tónlistaráð FM 957. Þú farið að velja með okkur tónlistina og koma þínum skoðunum á framfæri. Þín skoðun skiptir öllu máli. Skráðu þið núna í tónlistaráð FM 957 inn á FM957.is. Hæ, Hallbera landsliðskona í fótbolta hér. Það eru 3 hlutir sem ég elska. Walk on, foreldra mína og fótbolta. Í þessari röð. Walk on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Ég vil láta borða mig út á landi. Japs, kveðja Valdís. Fasteignasalan Torg. Við veitum topp þjónustu, kraftur, tröst, árangur. Fasteignasalan Torg. Haustrútínan er yndisleg, krakkarnir í skólanum, hressandi rigning og pottur sem stefnir í heilar 23 notalegar milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Shuffleboard er komið til Íslands. Þessi bollleikur sem hefur farið sigurför heiminn er komin í Keiluhöllina Egilshöll. Ef þú hefur farið erlendis á síðustu 12 mánuðum, þá veistu hvað við erum að tala um.
Ef þú hefur ekki hugmyndu hvað shuffleboard þá einfaldlega þetta kynna þig málið. Því þetta verður næsta æði hér á landi. Er þetta hrókafullt eða? Þetta verður án efa næsta... Nei, það er ekki... Þetta er á lágstend, sko, hérna. Það er trú mín að þetta... Nei. Þetta verður án efa... Nei. Þetta verður næsta æði á Íslandi. Kíkt á Facebook síðu Keiluhallarinnar nú eða kíktu við. Keiluhöllin Egilshöll, einfallega skemmtilegasta keiluhöll á Íslandi. Ég má segja það. Nú kombotilboð á Kvistós. Bæja kjúklingabátur með beikoni, rauðlauk, maribóosti, barbecue-sósu og chipotle majónesi, hálfur lítra Pepsi og Freyju lakrísstraumur á aðeins 899 krónur. Kvistós. Við erum á Ólís. Hæ, þetta Sara í Unique. Nú bjóðum við upp á stærri stærðir upp í 3XL í glænýrri verslun okkar í Firðinum Hafnarfirði. Í Unique Kringlunni, Unique Firðinum og Unique.is. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Lagið heitir Sun Comes Up. Ágætis lag hér á ferð þér á hlusta FM 95 blöð þennan föstudaginn. Það er 22. september og við drengirnir erum í Fantagýr. Það styttist í nýja dagskráraliðin, var ég að vekja þig og svo er líka DJ-keppni FM 95 blöð hér eftir smástund, þannig að það er nóg að vera. En já, Egill, hann var áðan með myndur fyrir kass, ég tók sturlar eða hrósaskít og hann að það er bara komið tími á þér ekki. Þú baðst að vera aftur með augljósar. Já, ég ætla að gefa þessu annan séns. Það var mér en skrítið því að þú hættir síðast. Já, það er sem sagt eiginlega, sko, ég veit að þú ert ekkert mikill aðdáðandi á Sturlunum staðröndum, ég veit að Egill er það og ég er náttúrulega ekstra mikill aðdáðandi, en Egill var eitthvað illa fyrir kallaður síðasta föstudag, þannig að ég fyrirgefi honum það og ég fæ bara annað breyk og ég er búinn að vanda mig ekstra vel með augljósar í dag. Ok. Það varstu eitthvað glaður síðast, Egill? Já, þetta var hann í lokin og maður var hann tired. Ég skilum. Þannig að þú þarf að gefa þennan breyk. En ég þarf að fá bettana sjálfsögðu. Já. Og hækka hann vel. Gleymdi honum hérna. Bara mjög vel. Og hvað ertu með? 4 augljósar? Ég er með 4 augljósar staðrendir og eina mjög svo augljósa spurningu. Ok. Á þig blöð. Spila. Þarna kemur þetta. Fyrsta augljósa staðrend dagsins. Blettatígur hleypur hraðar en skjaldbaka. Eil. Næsta. Já, ok. Það er ekki kónguló að DJ á B5 í kvöld. Þessast, kónguló getur ekki DJ-að, þú veist. Þú lofaðar að lækka ekki bettan. Já, mér finnst það bara skil. Ekki lækka í bettan. Nei, ég skal ekki. Egill, það er ekki kónguló að DJ á B5 í kvöld. Það er kunnað ekki. Nei. Herru, hendi fyrir þau. Þriðja augljósa staðurinn dagsins. Tré eru ekki með augu. Ekki lækka í beddanum. Herru, þetta er ekkert skáð að segja. Á fucking gríns, við vorum að tala saman. Þú lofaðar að hlæja í augljósa staðurinn. Lofaðar hann að hlæja? Já. Baðst hann að hlæja þessu? Já, verð ekki að fá eðlilega hlátur hérna. Varst að biðja Egil að hlæja augljósum þegar. Við tókum smá fund í þetta var illa vandræðalegt síðan. Við tókum fund í þetta í fundarherberginu og ég bað hann að hlæja. Ég bað hann að gera vinum sínum einn greiða, hann var að hlæja. Var það flókið það? Ángríns, bara farið bara í lag hér. Nei, þetta er bara kjaftaði. Herru, fórst þú svo eins og okkur naðra náður í blöð og sagður hann hvað ég sagði þér? En það er voðalega skrítir ekki að vera með dagskráli og biðja hinn aðalanum að hlæja. Þetta var bara illa vandræðilegt síðast. Ég ætlaði bara að reyna að koma hans betur. Það er alltaf skemmtilega þegar Gilsan er að hlæja. Ég bara talaði við hann eftir mat. Ég segi, gamli, getur þú hérna bara sett góðan hlátur í augljósar í dag? Það er bara að mista málfélagi. Það er okkur að geða sér. Hann er komin í góð skap núna. Ég er komin í gýrin. En þess að grín er búið það? Já, ég kom, nú er ég bara, ég ætlaði að gaman það. Þetta er víst búið. Kannski lág eitthvað illa á allir fyrstu 4. Nei, það lág ekki illa á, hann er bara fíbl. Ef ég gefa eitthvað ekki, það voru betri í dag en síðast. Já, frábært. Það er næsta lag, þetta er eitthvað sem er ekki hægt að gera núna. Run. These 4 lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. 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 I've
Þetta er Beyoncé og Naughty Boy með lagið Runnin' hér í FM 95 Blöð og já, Rikki, við þökkum þið fyrir augljósar á hann. Virkilega hressandi. Má ég spyrja þig bara svona ganni, hver var spurningin? Hæ? Nei, ég skal ekki. Nei, ég langar bara ekkert að segja, ég er búinn að rífa blaðið, sko. Ég veit ekki hvað það var, sko. Búinn að rífa blaðið? Ég ætla að gefa shout-out á vinsalasta snappar landsins Hjörvar H sem fullur í Brussel og að hlusta. Þannig að það er smá pepp á það. Ja, góða skemmtun úti, Hjörvar, farðu varlega. En það er hins vegar komin tími á dagskrálið sem heitir Var ég að vekja þig? Þetta er nýr liður sem hefur verið hjá okkur síðustu 2 föstudag og það virkaði þannig að ég fór hérna að nóttu til fyrir hvað? 5 vikur síðan? Á metnaður hjá The Pooh að fara hánóttina og vera með kameri. Ég var hérna frá 2 til hálf 4 nóttina. Hrósa vöðingjónu fyrir það. Hrósa vöðingjónu fyrir það? Nei, hrós frá vöðingjónu fyrir það. Já, ok, takk fyrir það. En ég mætti hérna og hringdi í fólk allan bæ. Hringdi bæði fólk sem ég þekki og sem ég þekki ekki. Við erum búin að spila 4 símtöl og það er komið að næstu 2 og það er gaman að segja frá því. Í dag er fyrsta símtalið sem ég hringdi sem ég þekkti ekki viðkomandi. Þetta er ekki King sem ég vil segast. Jú, ég ætla að byrja á Simma að ég þekkti hann, en svo ætla ég að spila símtal í einstakling sem ég þekkti ekki. Við skulum byrja á Simma og hann var ekki stattur á Íslandi þegar ég hringdi hann held ég klukkan 2 eða eitthvað, þannig að klukkan var 4 hjá honum að nóttu til í Þýskalandi, eða 4:30, 4:30 eða eitthvað. Skulum heyra hvernig Simmi var þegar ég hringdi hann klukkan 4:30 á hans tíma í Þýskalandi. Simmi? Halló? Simmi? Hvað er þetta? Þetta er Rauti? Hæ? Hvað er þetta ekki með númerabyrst? Þetta er Rauti? Hæ? Hæ? Hvernig erstu? Hæ? Hvernig erstu? Ég er svond, sko. Er ég að vekja? Já, hvað er þetta? Ég er bara innan heima. Hvað ætlaðu að gera það? Jú, ég ætlaði bara að tjekka hvað manstu hvaða ár nákvæmlega byrjaði 70 minn? Þetta? Já, hvað ertu ruglaður? Ég er bara svond, sko. Ég er hérna í Íslandi. Ertu í Þýskalandi? Já. Hvað er það að gera í Þýskalandi? Ég er að spila golf. Já, ok. Hvað er þetta fullur? Hvað er ekki alltaf golf? Nei, ég sverði upp á lífið mitt, ég er ekki fullur. Ég ætla, manstu, í hvaða mánuði byrjaði 70, nei, á hvaða árið byrjaði 70 minn? Manstu það? Ég er ekki alltaf golf. Hæ? Jú, ég er bara, ég er eitthvað galsið þetta í mig, ég var alltaf inn að hugsa bara hvað er langt sinna 70 byrjaði, var það ekki 2000 eitthvað? Ég er að spila, það er ræslu og svíð fyrirmáli, sko, það er ekki að spila hérna móti. Já, ok. Móti. Já, hlakkaði til að fyrir gól. Við erum ekki að taka þetta núna. Ég er líka að trúna hana. Gaman að heyri þér. Ég ætti brjálega allir fósfójunum með þetta, svona einmara. Nei, alls ekki. Mér langaði bara að heyri kallin, mér veist ég heyri svo lítið þér, en ekkert mál, fara svo og gangi að vilja góli. Já, þú ert annarkvæmt komin alveg djúpt í bókun að þú ert að fylla mér úr. Ég heyri þér drukkið mér heim. Það var gott. Ok, bye. Þetta var Simmi Vil sem var stættur í Þýskalandi og það skemmtilega við hans símtala, hann var greinilega búinn að sofa lengur en margir aðri sem ég hringdi í því að hann var, ég heyrði það bara í byrjun á símtalinu, hann var eiginlega bara ennþá sofandi hann var að tala við þig. Þetta var klukkan að verða 4:30 hjá honum úti, en já, nú er þess að komið að fyrsta símtalinu í þessum dagskrálið, þar sem ég hringi eitthvað sem ég þekkti ekki og já, ég þóttist vera að hringja frá Capacent og ég held að þetta símtal, ég man ekki getur og 2 vikur síðan, þetta var einhvern tímann í kringum 3 held ég og við skulum heyra þegar ég hringdi í, já, mann bara sem ég valdi á já.is og hringdi, ég var reyndar, ég skal viðurkenna, ég var búin að hringja nokkra, það er greiðlega margir með á silent á nóttinni, en það loksins svaraði einn, tekum á þessu. Halló? Já, Haukur. Haukur? Já.
Já, komdu sæll og blessaði Bjarkeiti og ringi hérna frá Kapasend. Bjarkeiti og ringi hérna frá Kapasend. Já. Ég ætla að aðtóa hvernig eru þið hjónin ánað með nettenginguna í hverfinu hjá okkur? Hvað segir þið? Eru þið hjónin ánað með nettenginguna í hverfinu hjá okkur? Nettenginguna? Já. Hvað er klukkan? Klukkan, hún er að vera 3. En eru þið sátt með hana? Tenginguna? Það ringi klukkan 3 og spyrja þessu. Já, við erum bara að gera svona könnun hvernig nettengingin er inn á höfuðborgarsvæðinu. Eru þið sátt eða? Haukur. Halló. Ok, þetta var besta síndöldu þessu. Það var ekki mikið húma fyrir þessu en Haukur. Shit, hvað þessu var svo Ég var heiti fyrst skipti, tjöfull þetta fyndið maður. Ég ætla bara rétt að vona að sé góð nettenging hjá honum ekki. Hann geti hlustað á þetta. Og ég byrst inn í lásökunar. Þú var að gera þetta ofta, ringi ég bara. Ég tók nokkur á já. En nei, það sem er hættur þetta, ég held ég eigi bara 4 símtal eftir. Þetta var fyndið maður. En þetta var ég að vekja þennan föstudaginn hér eftir smástund fyrir við í fyrstu DJ-keppni ever FM 95 Blö. Ciao, hello, hey, búna, hola. Nú reiki í Evrópu innifalið í allri farsíma þjónustu Vodafone. Kynntu þér löndin sem ræðir á Vodafone.is. Vodafone, við tengjum þig. Ekki svolítið langt síðan við höfum séð þig. Komdu og sjáðu litina og alla möguleikana. Við erum í Dugguvogi, Borgatúni, Dalshrauni í Hafnarfirði og Gleráreyrum á Akureyri. Slippfélagið Málingaverksmiðja. Við finnum út úr þessu. Föstudagar á Fosshótelum. Í tilefni af 170 ára afmæli Carlsberg bjóðum við 2 fyrir 1 alla föstudaga á öllum Fosshótelunum. Komdu og smakkaðu söguna. Fosshótel og Carlsberg léttur. Líklega. Einingahús úr krosslímdu tré, fljótleg leið að fögru húsi. Ítex, gæði í gegn. Afmæli framundan? Pítsur og Pepsi og afmælisbarnið fær gjöf í Tívolí. Smáratívolí.is. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Það er cool að vera kantaður. Kíktu í Vöfflu. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Sjáðu ljósið. Hjá S. Guðjónsson starfa sérfræðingar í lýsingu og LED-lausnum. S. Guðjónsson, Smiðjuvegi 3. Ég búin að búa til 4 tegundur af ís og setja í búðina þína. Kveðja Valdís. Sérfræðingar í margskiptum glerjum. Sjónlínan Gleraugnverslun. Strandgötu, Hafnarfirði. Úrvalið hjá okkur kemur skemmtilega og óvart. Kíktu við í Bæjarlind 14-16. Línan, svo miklu meira en bara húsgögn. Matur sem keyrir þig í gang. Serrano. Fresh, happy, Max. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. 95 Blö, Justin Timberlake með Sexy Back. Ég man fyrir að þetta lag kom út. Eitt gammalt svo gott. Ég dansaði við þetta lag á sínum tíma á Hverfis, gamla góða Hverfis. En nú er komið nýr og góða Hverfis. Og þar er Rikki G ofta DJ. Richard er DJ þar ofta. Og það er ekkert ástæðalausu að ég minnist á að Rikki G sé ofta DJ þar því það er komið að DJ-keppni FM 95 Blö. Wow, yes. Og þessi keppni var jákaðan í dag þar sem að Egill og Rikki eru báðið DJ-ar og ég vildi vita hvort þeir eru verið betri DJ en Egill, þú heimtar ég þið með. Þjóðin velur, þetta er ekki flókið. Þannig að við erum 3 og þú þurftir að vera með. Já, við skemmtilega sem að þetta er 3. Já, ég held að ég bara góðan séns í 2 virta DJ. Já, út frábært DJ líka. Þetta er svona, regluna voru þannig að þú verður að vera með 3 lög og þú máttir vera 90 sek. Já, spila. En málega við alltaf sendum bara Rikka þessi lög sem við vildum og hvaða sekundur við vildum að hverju lagi og hann mixaði saman og hann er eini sem vinnur dagstaglega sem DJ. Já. Hann púslaði saman fyrir okkur félagana og þannig við ætlum að spila núna 90 sek frá okkur öllum og svo þurfum þið að ringja í 511-0957 og fólk er bara að hugsa herru, ég er okkur good shit skemmtist að fólk er að hugsa, ok, ég er partying hvaða 90 sekundna shit sko, ég er ópeppast já, það er náttúrulega við hefum spilað meir en 30 sek úr lögunum fólk er líka að taka það inn í reikningin herru, já, svo er það bara 511-0957 ég ætla að, hver á að byrja? Það sökkar að byrja, sko
Sigur að byrja. Rikki, þú ert gestur, hann ætlum að leyfa þér að byrja. Til aðmikið Richard, þú byrjar. Og pluss líka þú vinnur þessi DJ allar helgar, það er sangjant. Það er sangjant. Rikki, er eitthvað sem vilt segja áður við setjum fyrir? Þetta bara er eitthvað sem ég myndi með bara svona með við nútíman í dag, hvað er inn og annað, þá myndi ég sjá að þessi 3 lög bara í einni beit myndi gjörsamlega gera allt fókelt. Ertu bara að spila það sem er heitt í dag? Ég er bara að spila það sem fólki myndi vilja heyra. Hann er að spila nýjasta nýtt. Ok, hér koma 90 sek frá Rikka í DJ-keppni FM 95 Blöð, skulum hlusta. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert hér með allt sem ég þarf. Ekki bíða sem er hér og þar, ey. Þetta voru lögin hans Rikka, ég verða að láta Rikka heyra það núna því ég spurði ykkur báða áðan á að vera með íslensk lög og þið bara nei, við erum hvoruð með íslensk lög, þú ert svindlar. Nei, ég bara var ekki að hlusta almennilega. Já, bara vissi þá að maður myndi setja og líka allt nýjastu lögin. Þetta er plötusnúð. En málið er Hrósum Richard fyrir, hann er playing hardball. Já. Það er svona að sína keppniskap, ég fíla það. Ég held samt að, fólk muni fíla, ég er að fara allt aðra leið, sko. Vilt þú vera næstur og ég vera næstur? Ég er að fara alltaf leið líka. Já, ég held að vita allir hvað leið þú ferð, sko. Já, bara opnunarpartí og spotlight í kvöldu aftur. Þetta hérna, ég myndi allavega detta í brjálaðan gír ef að þessi lög myndi detta á þar sem ég var að skemmta mér. Ég ætla að vona að hlustendur séu sammála og svo hringið við 511-0957 og kastið inn atkvæðum. Hérna kemur mitt mix. Það er að byrja að hoppa. Ég ætla að óska til hamingju Blöð með að vera búin að opna The Boom Kicker aftur. Ég er auðvitað að mæti í kvöld. Þarna myndi allir staðurinn byrja að hoppa. Já, Rikki er líka talking trash líka. Já, líka Rikki að spila lög núna sem að við hafa beðin að setja hérna á FM fyrir 3 mánuðin síðan, sko. Hann er byrjað að nota það í DJ-keppni sem núna. En, Blöð er að bara með sterkt innslöðana. Jackson og síðan 2 sterk rocklög. Þú verður álveru keppandi, held ég. Í þessari keppni. Ok, það er komið að þér og svo hringir fólki 511-0957. Ég var að hrósa þetta rétt að vera sína keppniskap, Richard. Nei, þú veist að segja ég var að playing hardball. Sem ég ákvæði. Rikki, fáðu þér kolvetna, er ekki að hafa þessu í stúdíónu. Hérna, viltu eitthvað kynna þér inn? Nei, ég ætla ekki að, þú veist, fólk er bara skemmtist á. Þetta er þess að 90 sekúndur að koma á og vonandi að fólk sér í drikk og þetta er gýr. Hér kemur DJ-setið hans Egils. DJ-settin búinn, nú ringið þið í 511-0957 og segið okkur hvaða DJ-mix hefði komið ykkur mest í gýrinn. Áður nú tekur síman, pælið samt við myndum taka 3 á sama skemmtistanum 1 session, það væri eitthvað fyrir alla. Þetta er allt gjör ólíkt. Ég var líka til að sjá bara alvöru keppni á einhverju skemmtista og sjá bara hvenær mesta stemmingin kemur. En nú er það fólkið sem ringir inn sem ræður þessu og ég segi FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hver fær þitt atkvæði þessari DJ-keppni? Sko, þetta er rosa lærið þetta. Þetta eru 3 ólíkir, svona, 3 ólíkir stílar. Já. En ég er líka svo mikil aðlætt á tónlist og ég verði að gefa blandið á þetta. Hérna, þekkið þig. Ég elska rockið. Já, djúfandi rjánaði með, það er gaman að heyra og ég þakka að kella fyrir atkvæði. Þetta er álveru skellur. Herru, það er komin fórasta FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan og blessaðan. Góðan og blessaðan, hvað hefði komið þér mest í gýrinn? Hefur verið á skemmtistað? Ég held ég verði ekki að kremsíkinn, sko. Það er Rikkin. Donut Boy. Donut Boy kom með 1 stig. Thank you man. Og ég 1 stig, ég ætla ekki á blaði, takk fyrir að ringja. Það er virkilega að komast á blaði núna. FM, góðan daginn. Já, það er Gils. Það er Egil. Herru, þetta er bara nýðjant. Takk fyrir þetta, þú er miklu höfðing. Allir komu með búnt. Það getur orðið jæmt, down to the wire. FM, góðan daginn. Halló, hvað er komið þér mest í gýrinn? Það er það skemmtistaðan. Það er vöðingin. Yes. Það er teknomaður. Þetta er teknomaður, ég heyri það. Teknohausarinn þurfa að ríða síman nú. Þá fáum við hér næsta FM, góðan daginn. Halló. Þarna var ekki útarp í gangi. Halló, FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað er komið þér mest í gýrinn? Það er Gilsarinn. Yes! Gilsarinn, hann er komið 3. Hann fær 1 upp og þá vinnur hann þetta. Það var hægt á stað og ég... Takk fyrir að ringja. Álveru siglingu. FM, góðan daginn. Já, það er King Auðun Blöndal. Jöfull er ég ánægður með þig, maður. Þetta var óþægilegt. Þú hefði dottið í gýrinn hana. Já, þetta er 3 mjög góð mix. Já, takk fyrir það. Takk fyrir það, mestari. Já, þarna komur hrós á alla. Staðan er Egil með 3 stig, ég með 2 stig og Rikki 1 og það er fyrstur upp í 4. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Ég held að því að það er Rikki bara. Rikki, fær þitt atkvæði. Þetta er alltaf tæft, maður. 3-2-2, takk fyrir að ringja. Ok. En sko, fólk er búið að hrósa öllum mixunum. Já, fólk er ánað með þetta. Það var eitthvað fyrir alla. Síðan sem dagskólið er verið að gera góð hluti. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða playlistið komið þér í mestan gýrinn? Hefur verið skemmt að þér?
heyrðu, ég var bara komin á Beinni Dorma og fröðutis og þegar ég hlusta á hann Egil og ég kýs hann. Hann tók þetta. Victorious! 4-2-2. Takk fyrir að hringja, vinnur. Ég verð samt að gefa allir það að ég actually var honum peppar og ég bara, ég er að naga á mér handleggina með ekki opna með kaldan. Hvað er þú tekið? Halló? Hæ, Hæ. það er þú. Það er ég? Ég hefði fengið punkt þarna. Loksins er að koma einhver stelpa inn. Herru, takk fyrir að hringja. Ok. Sjá eitt enn hérna. Hvað er þú kostið, kæra hlustandi? Það er Öttublu allan daginn. Ói, ég hefði komin í 4, okkur var þetta ekki upp í 5. Þarna hefðuru. Takk fyrir að hringja. Hefur þetta 5, þá hefði þetta verið down to the wire. Þá hugmynd að vera með upp í 5. Nei, er alltaf nefnt. Hvernig hefði þú kostið? Egil, Þá var það búin að segja þessi land. Svo fyndið að satt blöð og það grenja á lótið. Það er engin spurningar sem er gert. Egil til hamingju. Thank you. What you just made me do, look what you just made me. Cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Happy hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. KFC kynnir til sögunar barbecue bacon. Seiðmagnaðan kjúklingaborgara með brakandi stökku baconi og kjúklingabringu sem er böðuð í unaðslegri barbecue sósu. Þessi freisting býður þín á KFC. Boltinn rúllar í Inkasso-deildinni. Fótbolti í fyrstu deild og fyrstu deildar skemmtun, spenna og hasar í allt sumar. Komdu á völlinn og sýndu stuðning. Inkasso. Enga stund að finna bílastæði. Nægur tími til að kíkja smá í búðir. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Lifðu smá. Ekki flækja málin. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is. Lykill að farsælum viðskiptum. Hof fasteignasala. Hvað er betra en góður skyndibiti? Hollur og góður skyndibiti. Lokal. NFL-deildin er á Stöð 2 Sport og við verðum með 2 leiki í beinni á sunnudag. Tryggðu þér áskrift í síma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Það er hárrétt að Keiluhöllin Egilshöll sem færir ykkur FM 95 Blö og við þökkum þeim kella fyrir það. Það er að sjálfsögðu happy hour þar í kvöld eins og allar helgar. Þeir fyrir einn á öllum drikkjum og já, ég reyndar persónulega væri nú bara til að kíkja í Keilu í kvöld. Þeir eru líka konum með shuffleboard. Ég sá það á snappinu hjá honum Simma og það er eitthvað sem ég er til að prófa því ég er mjög gaman að spila boccia og ég held að það sé algjör snillt. En það er hins vegar komið núna að dagskráralið sem að ég er svona hvað hrættastu við í þessum þætti og hann heitir spurningakeppni Vöðingjans og Háréttúandi ég glemdi mér að spyrja í byrjun þáttar eins og ég gerum oftast hvað er þemað í dag? Út af því við erum að fara að fá Gulla Byggir í spjallu eftir og verð ég með King of Handyman. Já, ok. Það er að tengja við gestin? Já, bara svona þegar þú segir að hann var að kíkja hugsa, af hverju King of Handyman. Okay. Og Handyman getur svona verið, þú veist, iðn aðstofmar, handlangar eitthvað svona. Bara eitthvað svo leiðis, það er ekki lokið. Ok, ég er ekki sigurstranglegur núna. Ég ætti að vinna þetta því að sko Blöð er náttúrulega nýfluttur í nýja íbúð og Blöð ger ekki handtak, ég þurfti að fá pappa mynd sem er lærður múra að hjálpa Blöð með allt íbúðinu. Svo þetta er pappi þinn að mæta heim til Blöð? Já, bara topp maður sem kom og hjálpaði mér og aðstofaði með þess. Já, Blöð gæti ekki nelt upp nagla sko, þannig ég hlýt að vinna þetta. Lest að pappi minn getur ekki heldur sko, ég fæ þetta frá honum. Richard byrjar að træstóka Blöð rétt fyrir. Get ekki tapað þessu. Like that. Ok. Þetta er sérst nokkar spurningar. Já. Og ég er forvitin að vita hvað vinnur þetta. Ég hef ekki hugmyndu það. Nei, það er bara einlega til að komast að því. Hefurðu hengt upp hillu heima hjá þér aleinn? Nei. Já, ég hef gert það. Það hef ekki gert. Rikki. Rikki, akkur. Hvernig getur ekki verið búin að íblöð ángriðs? Ætla niðurlega mótspilaran? Nei, en ég meina, jú, ég hef hengt. Hefur þú sjálfur aleinn
Hengt upp hillu. Hengt upp hillu? Það er ekki eins og þú sést að labba íbúðuna hérna með eitthvað túlbelti, sko. Nei, ég viðurkenni það alveg. Ég hef alveg hengt upp hillu. Þú ert ekki rólegur á að vera reiður og kolumnlítil eitthvað? Ég hætti með þetta. Ég hengdi upp hillu bara. Það var líka punkt. Og hvað, hefur hengt upp margar hillur eða? Nei, hann spurði bara, hefur þið hengt upp hillu? Já, þú bara grenjar og hlátreins og gerðir ekki annað en að hengja upp hillur heima þess. Ég verðs bara að finna að þú var ekki gert það. Ég veit hvernig hengið næst ef vantar að hengja upp hillu. Richard. Ég get lofa því, það er eitt að hengja upp hillu og það er annað að líti vel út, sko. Þú ert ekki nennar með skakka hillu og svo er bara saltu og piparinn alltaf þetta. Hringja vini þínir í þig þegar það er að mála heima hjá þeim eða laga eitthvað. Það er meiri líkur að það myndi ringi í mig til að fá bara, ég veit ekki, bara ólíklegast í henni. Það myndi enginn ringi í mig og byrja mig að hjálpa sér að mála. Ég verði að vera hreinskilin líka og henda nóva á þetta. Það er ekki hýnt ykkur. Ég er sennilega eitthvað slagasti málari sem finnst. Það er bara... Félagarnir geta ekki leitað til ykkar. Nei, það er bara ekki glæta. Jæja, það er 1-0 fyrir Richard. Hefur þú skipt dekk á bíl aleinn? Já. Nei, það er ekki gert. Ég ringdi. Ég fekk aðeins. Ég er ekki að koma vel út af þessari spurningu hérna. En ég skal gefa það þetta verið fyrsta sensu út með eðlilega spurningu. Já, ég veit ekki það. Það er ekki nefn að hætta að hlæja eins og sért Fjölnir Þorgeirs þarna hinni með við mikrofónin. Og sjálfur handlamaður, sko. Hefur ekki skipt dekk á bílnum? Hann skipt dekkinu minna fyrir utan núna. Hoppa út og skipt dekk. Ekki eins og þú sért að fyrir sérfræðingunni líka. Það tekið svona 6 klukkutíma, sko. Ég er líka ánægð með Richard, hann er talking trash þetta meðan hann er með a dominating lead. Já, ég sko, mér finnst alltaf læður að gefa mér ítlótu spurningakeppni sem er fáránleg hjá þér. Þetta er eiginlega, þetta fer verð með mig heldur en hinnar. Já, en hefur þú ráðinn sem verktaki í aðstöðu að gera upp hús, svo ertu vinsamlega beðinn um að hætta eftir 3 daga. Herðu, nú ertu búin að tala við eitthvað. Þetta er ekki eitthvað sem þú vissir. Glæta. Þetta er minngunnast að tala. Þetta er bara basic spurning. Nei, þetta er ekki eitthvað sem þú vissir. Það er bara ekki til í dæminu að þú hafi bara búið þessa spurningu til sjálfur. Ég smíða þetta bara í hátinn. Varstu beðinn um að mæta ekki aftur eitthvað staðar? Þetta er ljótt. Ekki horfa á mig. Jó, þetta er ljótt. Þetta er bara blöð til sér all. Ég vil fá sögu. Nei, já, jú, þetta er punktur. En herri, já, ég fæ punkt, þetta hefur komið fyrir. Já, ég meina það var 2-1. Þetta var King of Handyman að vera vinsalast beðin að mæta aldrei aftur. Ég var að spila þegar ég held að vera 19 ára, 20 og var að spila með Skallagrim og Gísli, markmaður hérna á Tindastól, algjört legend. Hann var semst búinn að taka við Neista í fjóruðdeildinni og þeir áttu séns á að komast í úrslitakeppnina og glugginn opnaðist í júlí. Og hann baði mig að koma úr Skallagrím yfir í Neista og spila með þeim út sumarið. Og hann sagði að hann myndi græja fyrir mig vinnu og var með einhver svona launadæmi, þannig að ég myndi fá þetta í laun og hann myndi græja vinnu. Svo græjaði hann eitthvað vinnu, hann var að flytja greiði sjálfur í annað hús og réði mig bara til þess að gera upp húsið með öðrum mönnum. Og á 3. degi baði mig vinsalast um að hætta að mæta. Samt að hann hefði fengið þið basically launalaust en vildi bara vera heimahöður. Já. Það er rosalegt. En málega er sko, ok, þetta er King of Handyman. Þú lenti þessu ekki? Að vera vinsalast ráð þessi verktaki og byrjum við síðan að heimahöður 3 daga? Nei. Nei, sko, þá er deila, þetta verður að vera punktur á Richard, deila 3-0. Ég meina, þú veist, þetta er King of Handyman, þú deila, þú ert að drulla þannig að blöði þessu atveki, það ekki? Ég verður að vera sammála því. Það er nú fáránlega gest hjá þér. En það er slatt eftir spurningum og þetta er galopið ennþá. Hefur kvenkist nágranniðin beðið um aðstoði með stíplaðan vask og þú enda svo að gera niður þig? Nei. Hvaða gat verið? Ég var einmitt að hrósa fyrir þetta að vera búið að eðlilega spurningakeppni. Þetta er hérna, segðu bara nei, Rikki. Hvað ert að gera niður þig hjá nágrannanum með það? Segðu bara nei, þú vart ekki að krifja þetta. Ég vildi bara aðtökust að veri bara í alvegni spurning. Nei, stíplaði vaskur og þetta er hérna bara basic spurning. Hann er basically að lýsa einhverju sem þú ert með á netinu þegar þú ert að horfa hann einn í fartöluninu, Rikki. Nei, þú er ekki lent í þessu. Nei, ég er ekki lent í þessu. Takk. Ertu veist, Richard? Ég hef ekki verið í stípluðum vask, nei. En getur þú gert við stíplaðan vask? Nei. Nei, ekki heldur. Hefur þið verið handlangari hjá múrara og þurft að hætta að vinna á kortes til 20 mínútur fresti til að bera á þig handáburð? Herðu, hvað kjaftaði er þetta? Býttu blöð, nú klagaði þú pokkið. Klagaði ég? Það er bara, herðu, Egil þekkir ekki pappa minn. Pappi er búin að vera að vinna hjá þér. Hann hefur pokkið sagt söguna hvernig ég var því ég var að vinna hjá honum. Ég sagði ekki hvað alltaf að bera á eitthvað handáburð. Þetta grínast. Hörðu, ég er bara, Richard, þetta er bara basic spurning. Það er eina answer. Þetta er nei hjá mér, því ég hef aldrei, það verið ekki beðið mig að handlanga eitt eða neitt að kemur. Ég var handlangari hjá föður mínum, einu sinni og
Handlangari aðvast, hann var að múra og þú var svona bara trúður að hjálpa til. Ég var samt alveg að bera á fleti og svona steipan þurrkaði svo upp á manni hendurnar. Ok, var einhver að væli við þín nema þú? Ég vældi mikið og alltaf þegar við fórum í svona kaffi sem var eins og innan menn gera svona 30 mínútur fresti, þá byrjaði alltaf að fá mér hendurnar og bera mér svona handáburð og pappa að fara að líða óþægilega. En þetta hefur pappi pottþétt sagt til Blöð og þú hefur klagað þessi Egil. Saklaus. Það er 3-1, þetta er galopið. Hefur ekki Ella sagt við þig, vá, þú ert gegt góður með höndunum? Nei, það var þó ekki út. Það var ekki að því að ég var að hjálpa henni heima hjá henni eitthvað sko. Nei, ég ætla ekki heldur að þykjast vera eitthvað góður í hinu þannig. Þetta er bara nei. Já, það verður að vera nei á mig. Ertu viss? Já, ég er alveg 100% viss. Já, það getur alveg sagt það sjálfur Egil. Ok. Ertu góður með hendurnar einn upp í rúmi? Herri, Rikki, þú ert bara king of handyman. Ég er bara óskættur að hafa. Ég segja þetta rétt, þér að hlusta á FM 95 Blöð og við erum komnir með rándýran gestinga í stúdíóið. Það er komið alvöru útars legend og það er hann Gulli Helga eða Gulli Byggir, verður velkomin. Já, þakka ykkur fyrir, gaman að koma hinga. Já, gaman að fá það. Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem þú kemur í FM 95 Blöð því að þú stjórnar heilum þætti með mér á sínum tíma. Já, það var nú ekki leiðilegt. Þú tókum mig í símarhekk. Já, þú varst gestastjórnandi hjá mér. Endurgerði eitt gamlan símarhekk, það var eigið til batteri í heyrnartæki. Sem var frá þeirri með öllu. Já. Þannig að þú ert ekki komið í fyrsta sinn. Nei. En alltaf velkomin hingað í stúdíu. Þakka þér fyrir mér. Þú lítur að sjá það að stúdíu okkar er ekki alveg snirtilegt og fallegt og hinum inn á bylginni. Nei, þetta er svolítið meira rock'n'roll. Já, þetta er svona, það er endar exið sko. Það er endar svona meiri svitaklefi en þetta en svona næst snirtilegasta stúdíuði hérna á útvarpstöðunum. En hvernig ertu? Ekki þarf að taka þetta í gegn einhvern tímann. Eða bara Gulli, en okkur ekki bara Gulli Byggir tekur FM stúdíuði í gegn, það var ekki ekki það. En Rikki Byggir. Rikki Byggir, hann er reyndar var king of handyman hérna áðan hjá okkur. Já, spurningakeppni og rétt. Ok. Ein spurning, Gulli, og þátturinn er á mánudaginn, fyrsti þáttur, Gulli Byggir. Ok, ef ég horfa á hann og ég Richard og Blöð sem eru svona basically með allt niður okkur í svona, lærum við eitthvað, getum við lært eitthvað? Já. Það er svoleiðis. Já. Þetta er þannig að þetta getur hjálpa manna, þetta er ekki bara svona að sína hvað verður flott og... Þannig, það var hugsunin á bakvið þessa þætti. Ég var að horfa á, þú veist, maður var að horfa á völumatt, innlit, útlit og hún kom og sá það var allt í steik og eitthvað, þurfti aðeins að laga baðið eða í húsið eða í búðina eitthvað. Svo fór hún, svo kom hún aftur, það var allt tilbúið. Já, búið að breyta en allt vesenið sem var á milli. Já. Ég horfði að segja, heyrðu, þetta er snillt. Gerum þáttum vesenið á milli. Já. Þannig að þú ert að hjálpa okkur sem að kunnum ekkert. Ég er að reyna það, já. Ég er enda gæti aldrei. Ég bara hefði ekki í mér eitthvað. Jú, þú gætir þetta. Já. En málið er, ég held nefnilega að gamli skólinn, sko, gæinn sem getur lagað allt, getur gert upp bílinn, getur flísað, lagt heima hjá sér og getur gert allt. Þessi gæi er að vera risaðal, hann er að degja út í miður. Þannig að þessi þáttur er líklega mikilvægast þáttur í Íslands sjónvarp í dag. Búa til. Já. Það gamli skólinn er að degja út. Já. En ertu, þegar þú ert ekki með þáttinn, þú ert alltaf þú ert á mótnana í útvarpinu, í bíti, og ferðu svo bara að gera upp hús og íbúðir og... Nei, svo fer ég bara, ég hef ekki gert annað síðan í janúar en að vera með fólkinu sem er að breyta húsunum. Já, ok, fyrir þáttinn. Já. Og það er... Þetta eru nokkuð verkefni. Þetta eru 12 þættir en þetta er ekki 12 verkefni. Þetta eru 7 verkefni. Sum er 1 þáttur og sum eru önnur 2 þættir. Og þetta er alveg frá litlu herbergi, þú veist, einhverjir 12-15 fermetra herbergi sem er breytt í lúxusíbúð. Ok. Niður miðbæ, ógeðslega flott. Og upp í heilt einbýlishús og það er bara tekið og því snúið við. Já, þannig að það hefur tekið bara eitthvað þvílíkan tíma náttúrulega. Já, þetta er svona 4-5 mánaða störf. Sko, þið sjáu það, ég auglýst eftir verkefnum í desember og skila síðasta þættinum í desember. Já, ok. Þetta er mjög vel gert. Ef að segjum svo að Rikki hefði sendt en auglýsingu á sínum tíma, og hann hefði kannski viljað breyta gólfherberginu sinni í guðubað eða eitthvað, hefði mögulega geta fengið inn í þáttinn. Já, ég hugsa það. Fær fólk geta frítt? Nei, það er nefnilega miskilningu. Ok, var þetta ljót spurning kannski? Move that bus og allt þetta. En það er ekki svo leiðis. Nei. Engi fríindi í að fá þig? Jú, fólk fær, það eru afslættir sumstaðar alveg verulegir. Já, ok. Mjög flottir, sko. Það er þetta að hjálpa. Já, svo fær, sumir nei, ég vil bara fá aðgang á símanúmer að bókinu þinni. Það er að segja, ég er með, sko, símanúmer hjá pípurum og iðnaðarmönnum sem er erfitt að ná í. Þannig að það er að fá kannski, þú veist, stundum er hjálpin fólkin í því. Ég skil þig. En ég ætla að taka
hér á þig dagskráralið sem er oft í FN95 blöð og þetta eru sömu 3 nöfn og Egill fekk einu sinni og Rikki var alveg brjálað því að nú ert þú að vinna í útvarpinu líka. Mér langar að fara með þér dagskráralið sem heitir Giftast, sofa hjá eða drepa. Og ég er með 3 útvarpsmenn og það er enginn á sömu útvarpsstöð. Nú þekkir þú alla þessa menn, þannig að þetta getur verið skemmtilegt. Þú þurftir að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn. Hvernig er þessi uppröðin hjá þér? Siggi Hlö, Þorkell Máni og Rikki G. Byrjum hverju myndir giftast. Það óþægilegt að Rikki sittur við hliðina á hann að starir á hann. Það var að sofa hjá þeim sem að giftist eða? Nei, ekkert endilega. Nei, þá svo setja heldur maður fram hjá þeim. Strax komið fram hjá hann. Býtum við, ok. Ég sem myndi gifta Sigga Hlö. Gifta Sigga Hlö? Saman ég sagði. Já. Við erum sammálaðar félagarnir. Náðu þið vel saman? Já. Eru þið góð hjón? Ég fann hann upp eiginlega. Ég réð hann á Stjörnuna á sínum tíma. Útástöðuna. Það er þetta rándýrt að funda upp Sigga Hlö, sko. Ertu að leita fjárhagslega örygginu hann? Þú vilja Sigga Hlö sem Nei, bara, þú veist, hann er skemmtilegur og þú veist, ég veist að sé allt í lagi að vera með hún þykir gott að borða góða mat og svona. Það væri, þú veist, það væri örugglega ekkert að því, sko. Er ekki elskað þetta líka, sko? Hann valdi Sigga Hlö. Hverju myndir að sofa hjá? Já, ég hugsa að það er Rikki. Hendir hann í hrikalegu katti núna. Og Máni upp í sveit. Já, og Máni fyrir upp í sveit. Og Máni bara upp í sveit, já. En svo hundarnir. Þetta var vel valið. Við ætlum að taka hér örstuður auðlýsingar og svo ætlum við að henda honum Gulla í hraðaspurningar, þannig ekki fara langt. Vertu með okkur í að velja tónlistina á FM 957. Skráðu þig í tónlistaráð FM 957. Það tekur ekki nema örfáa sekúndur inn á fm957.is. Símaveski, heyrnartól, snúrur og allt fyrir síman. Símaveski.is, annarri hæð Smáralind. Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eyrvík. Vertu velkomin í Verslun Eyrvíkur, Suðurlandsbraut 20. Allt fyrir knattspyrnuna, Jói Útherji, Ármúla. Lexus heldur glæsilega hybrid-sýningu í Kauptúni á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. Komdu og skoðaðu hybrid-línuna og kynntu þér tækni án málanilana. Við tökum vel á móti þér með ilmandi kaffi og veitingum. Lexus Ísland. Komdu á völlin og fylgstu með Inkasso-deildinni í sumar. Fótbolti í fyrstu deild. Inkasso. Shuffleboard komið til Íslands. Þessi bollleikur sem hefur farið sigurförum heiminn komin í Keiluhöllina Egilshöll. Ef þú hefur farið erlendis á síðustu 12 mánuðum, þá veistu hvað við erum að tala um. Ef þú hefur ekki hugmynd hvað shuffleboard þá einfaldlega þetta að kynna þig málið. Því þetta verður næsta æði hér á landi. Er þetta hrókafullt eða? Þetta verður án efa næsta... Nei, það er ekki... Þetta er á lástend, sko, hérna. Það er trú mín að Þetta verður án efa. Nei. Þetta verður næsta æði á Íslandi. Kíktu á Facebook síðu Keiluhallarinnar nú eða kíktu við. Keiluhöllin Egilshöll, einfallega skemmtilegasta keiluhöll á Íslandi. Ég má segja það. Lexus heldur glæsilega hybrid-sýningu í Kauptúni á morgun, laugardag, milli klukkan 12 og 16. Komdu og skoðaðu hybrid-línuna og kynntu þér tækni án málanilana. Við tökum vel á móti þér með ilmandi kaffi og veitingum. Lexus Ísland. Það verður barist Hafnarfjörðin í Ólís-deildinni á mánudag og Stöð 2 Sport með besta sæti. Haukar FH 19:50 í Ólís-deild karla. Ekki missa af helstu atvikum umferðarinnar strax eftir leik í uppgjörstættinum Seinni bylgjan með Tómasi Tór og sérfræðingum Stöðvar 2 Sport. Tryggðu þér áskipti sína 1817 og 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. FM 95 blöð og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Hárrétt fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957. Við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Gulli Byggir eða Gulli Helga er ennþá hérna hjá okkur því að við ætlum ekki að losa hann alveg strax því að þú átt eftir að fara í hraðaspurningar, Gulli. Nú er ég svolítið stressaður. Nei, þetta er ekkert. Er það ekki? Nei. Nei, því að ég veit að börnin mín er að hlusta. Já, það var verra að fara í gifta svo að drepa, ég lofa því. Nei, það er allt í lagi. Nú áttu bara að hreinsa hugan og segja það fyrsta sem þið dettur í hug. Okay. Bara hvað það fyrsta sem poppar. Það er ekki hægt að svara rétt og ekki hægt að svara vitlaust. Ertu tilbúin? Já. 1, 2 og uppáhaldsmatur. Lambalæri. Besta hljómsveit allar tíma. Genesis. Þeir með öllu eða í bítið? Í bítið. Þeir með öllu líka. Egill Einarsson er nagli. Uppáhalds sjónvarpsþættir.
Breaking Bad. Hvað drekkur á djamminu? Misjátt, G&T stundum. Í hverju sefuru? Nærbuxum. Uppáhaldslið í enska? Liverpool. Hvað varstu gamall og misti sveindóminn? 15. Fallegasta kona heims fyrir utan maka? Vá, þessi er erfið. Hvað kom fyrst bara upp í hugan? Nei, það kom eiginlega ekkert upp í hugan. Þá er það bara næsta, hvað kveikir í þér? Húmor. Helsti kostur? Léttur. Helsti veikleiki? Stundum á áhyggjufullur. Hvort myndir þú sofa hjá rollu og enginn frétti það eða ekki gera það og allir halda á það að gera það? Seinna. Ok, þá var þetta komið á reynd. Það var vel gert, vel leist. Það var vel svarað, það er uppáhaldsmaturinn, það var lambalæri og uppáhaldsjónsveit, hvað sagði? Genesis. Sama Höddi Mag, hann elskar þetta líka. Setti það bara inn, það er straight svo svona, ég með einhvern veginn. Og það er erfitt að gera upp á milli tveir með öllu eða í bíti? Já. En var ekki tveir með öllu, var ekki hrikalega skemmtilega tími? Jú, það var æðislegt. Hvað var það lengi? Það var, byrjuði 91 á FM 957 eftir að önnur útvarpsstöðin, nei við fórum á hausinn með hérna, fórum á hausinn með stjórnuna, stofnuðum aðalstöðina, voru reknir á aðalstöðinni, þá fórum við Jón yfir á FM. Og voru þið að stofna stöðan alltaf sjálfur? Já, ok. Nei, við stofnuðum reyndar ekki FM. Nei. Hún var stofnuð í verkfalli útvarpsins í einhverjum framhaldsskólanum, fjölbryt í Ármúla við mér rétt. Og við fórum sérst af FM yfir, voru 91 á FM, þar byrjuðu tveir með öllu. Ok. Og síðan fyrir við yfir á bylgjuna, erum 2 ára á bylgjunni, 92 og 93. Þannig að þegar þú varst 91 á FM, þá var útisjóri í FM 97 eða Rikki, skítandi í sig og borðandi sand. Það var eins og, nei, hvað varst það gamall Rikki, 91? Þegar þú var 6 ára? 6 ára. Já, ég þetta sand og skítandi í sig. Ég var skítandi í mig, ég var 6 ára sko. Varst þú ennþá skítandi í þig 6 ára eða? Ég þetta sandur, hvað heldur hann að vera þessi krakki eða? Það er G&T á jamminu, Breaking Bad, vel svarað. Sefur í nærbuxum? Já, svona, Ralph Lauren, svona stuttbuxum, svona eiginlega. Já, þannig stuttbuxum fyrir ekki. Já, stuttbuxum, ok. Og svo ertu pullari? Já. Já, ánægð með þína menn núna? Nei. Nei? Ertu klopp átt eða inn? Ég er nú klopp inn, en þá, sko. Það er að gefa hann aðeins séns. Já, húmor kveikir í þér? Já. Já, konaðin fyndin? Já. Mjög skemmtilega. Helsti kostur var þú léttur? Já, það verður að vera léttur. Stundum svolítið, þú veist, kannski ekki kostur, en þú veist, ég er svolítið kærulaus. Já. Það er að segja, þú veist, hefur hugmyndið að gera svona þætti, svona gulli byggir, já. Og hvað vil ég marga? 12? Ekkert mál. Og svo kemur einhverju mánuði sérna, úps. Og helsti veikleiki var þú hvað? Já, ég hef stundum í svona, ég hugsa svo mikið. Já. Og það fyrir að hafa áhyggjur. Já, ég þekki það. Og það er svona, veitu, shit maður, er þetta nógu gott sem ég er að gera og tala sjálf um að stundu svolítið niður. Ég skilji. Á það til. Já, ég held að séu margir hann úti sem kannast við það. Já. Og svo myndur frekar sofa hjá rollu og enginn myndi frétta það, heldur hún að... Þessi spurning var náttúrulega svo steikt að ég var að svara bara einhverju. Guðlega, þú ert búin að fara hér á kostum. Þátturinn byrjar á mánudaginn. Já, 20:45 minnum með hann sé. 20:45 á Stöð 2. Já, og undan þættinu mínum er hönnunar þáttur. Okay. Þannig að þetta er svona ekta kvöld fyrir þá sem að vilja soga í sig svona einhverja hönnun og breytingar. Fíla. Og svo kemur hinn þáttur þannig, hvað er hann, douche á eftir klámiðna en já, það er alveg bara raukt stöðvað logoið, það er eiginlega svo raukt að það eru svart. Já, þannig að Rikki stillir inn að 10 liti greina. Rikki er bara að horfa á Gulli Bing. Við þakka að kella fyrir komuna Gulli og gangi er vel með þetta. Það er þakkaði fyrir. Þeir Íslandsvinnir þarna með lagið To You. Við þakkum Gulla Helga aftur, kella fyrir komuna. Virkilega hress og skemmtileg maður þarna ferð og já, þættirnir hjá honum byrja á mánudaginn klukkan, hvað sann, 8:30 ekki? Watch and learn. Já, hann ætti að læra af þessum þáttum, það er nokkuð ljóst. En það er hins vegar komin tími á dagskrárlið sem bara glemdist hér fyrir þættin, það voru svo mikið að gera hjá okkur og hann heitir Hvort myndirðu frekar? Já. Þannig að ég spyr hér Rikka og Egil, það eru 3 spurningar og þeir svara hvort þið myndir frekar gera. Er þið tilbúinir drengir? Já. Fyrsta spurning, hvort myndir þið frekar fara í pólitík, gerast alþingismenn eða leigubílstjórar? Hvað er að byrja, vöðvingin eða Richard? Já, byrja þú bara, vöðvingi. Þetta er auðvitað spurning sem ég fengi á æfinni, leigubílstjóri.
það bara nákvæmlega sem ég hugsaði. Það ekkert leiðilegri pólitík og vera að vinna hérna niður frá og fær bara skít. Já, það einhvern veginn, það aldrei allir sáttir sko. Ég meina leigubílstjóri er veisla. Pikkaru fyllibittur og það röfleiku í aftursættinu og skulla þeim og síðan keyrir eitthvað annað. Þetta bara hlustum tónlist á meðan, þetta bara best að vinna í heimi held ég. Já, reyndar, það erfið vinnutími. Náttúrulega aðaltímin á föstudags og laugardags. Nefn og keyrir bara á daginn. Punktur, legg ég bílum síðan bara klukkan 6 daginn. Er það nóg eða? Góða punktur, ég veit það ekki. Ég myndi allavega ekki vilja vera á alþingi í pólitík. Þið takk báða leigubílstjóra. Já, svona með þess að miða við vinnu og kast, þú veist, þá ætti að vera vantarlega hérna alþingismæður. Já. En bara nenni ekki að taka skíti. En við þurfum að hugsa andlega geðheilsu. Rétt. Mjög mikilvægt. Næsta spurning, hvort myndi frekar fá 700 milljónir en gæludýr allra Íslendinga deyja eða ekki fá krónu og þau halda lífi? Ói. Er þetta að tengja þess að dauða beint við mig? Eða kemur á vísi ég ætla ekki að segja það strax myndir á þetta bara svaraði bara mér finnst það svolítið stór partur af spurninginu samt en já ok, ef að fólk myndi ekki frétta er það þá já hjá þér er það bara basically er það eina sem þú trættur að fólk frétta þú að drepa öll gæli til landsins ég eyði öllum frítífum mínum litla sem ég hef það er á Animal Planet sko og til dæmis ég er spáð að finna þennan dýranýðingan í Hveragerði og hengjan fyrir framan almenning ég hata dýranýðinga og þannig að þetta er einfalt fyrir mig það er því mér að frusa þessi kassi frá mér og bjarga dýrunum en Rikki? Ok, þú ert eiginlega búinn að svara Rikki myndi drepa öll gæli til landsins og henda sér svo snekju ég sagði það ekki það verður gaman hjá þér með kampaðin þegar það eru grátandi börnir um allt Ísland ég sagði það ekki blöð Rikki, ég sá hvað varst að hugsa nei, ég var ekki að hugsa verður bara hreinskilinn nei, ég er alveg hreinskilinn þetta er mjög erfitt að segja nei við 700 milljónum en ég er samt að frussa þessu frá mér nei, ég sá það að þú ætlar að taka 700 milljónum ertu fann að leggja orð í munn frá mér þú varst tæpur ég var ekki tæpur ég sagði það er erfitt að henda frá sér 700 milljónum ég þekki mikið af gæludýrum ég á mikið af vinum ég á gæludýr sjálfur búin að gæludýr allt mitt mikill hérna fugglavinnur áttu fugglavinnur já, ég er mikill fugglavinnur hvað fuggl áttu? ég á engan fuggl, ég átti págauk ég er búin að págauk þú vart að segja ég á gæludýr, hvað gæludýr áttu? já, hund áttu hund? já það æla því út af því fyrst núna ég hef aldrei séð þennan hund jú, þú reynda að sé hann hvað heit hann? hvaða hund? þetta er Oliver Oliver? Já. Hvaða kjafta er þetta? Ekki raskat hund? Hvað er þessi hundur eiginlega? Hvað er þessi hundur? Ég skal bara senda ykkur myndir á hann. Hvað er hann? Hann er auðvitað bara heima núna. Og hvar var hann í amalinu á konuninni? Bara var hjá tengdafólundunum. Þetta er að búa til eitthvað gælutrið. Þetta segja mér að í fyrsta, maður má þekkja því ykkur 20 ár, í fyrsta skipti núna ælur út úr þér og það er hund. Þetta er ekkert sem ákvæmst að æla út úr eins og fyrra. Þú ert búin að sjá hann hund sko. Hvernig hundur er þetta? Þetta er Chihuahua. Ég veit nú yfirleitt að menn eigi hund sko. Ég har marga félagar sem eiga hund og fórsetin á hund. Ég veist ekki, ég var bara að gleyma að Rikki ætti hund ef ég sé hann. Þá var það þriðja og síðasta spurningin. Alltaf vera með mömmuðina með þér þegar þú lyftir upp eða hætt að drekka í 3 ár? Alltaf mömmu? Já. Alltaf? Já. Ég get alveg séð Ester og Egil skemmta sig saman. Já, en hvert einasta skipti. Þú veist bara að fara að horfa á United og mamma alltaf á kantinum. Alltaf? Já, þú myndir kynnast nokkrum. Flöskuborði í bæ og Þú er mikið á flöskuborðum? Já, bara þegar maður hendur sér á þau Þetta er sjálfsög spurning Richard, byrjað þú? Ég er að henda nei á þetta Þú myndir hægt að drekka í 3 ár Tappin á flöskuna bara í 3 ár Rikki, þú átt erfitt með að fá þér ekki eitt bjórinn í þættinum sko Og bara aðhald í 3 ár Já Rikki tekur 3 ár, Egil En sko, er ég þá bara að eilífu með, mamma er bara með mér að eilífu alltaf því þetta í það er bara sem þeir 30 ára svona 3 ár Gerðu það Þetta er svolítið trikki sko Já, ég spáði að hafa mömmu með bara Já, ég myndi fíla það Takk eitt gott jam með Ester Tökum hana með á lögt Þetta var hvort myndi ég frekar hér Já, fyrir 9. blöð Veit ekki hvernig hann laumaðist þarna Já, getur slag svo sem En þeir eru að hlusta á FM 9 blöð hér á FM 9 en ekki mikið lengur því að við erum eiginlega bara að fara að kveðja hér drengindir Búin að vera með ykkur síðan 4 í dag og Rikki, nú hljóst hér í Skarðans Steinda við þakka að kella fyrir það Það er mistamál Thank you Richard Hvernig er helgin hjá ykkur? Það er róleg slökunarhelgi, æfingahelgi Æfingahelgi og Rikka, nei Egil Ég fæ mér nokkra morgun Nú, hvað það var að gera? Já, ammali og Ester Mamma er 60, stóra ammali Og sjálfsög partíð haldið í stúkunni, Blikastúkunni Blika fjölskyldan heldur partíð, öll partíð þar Upp í nýju stúku Og ég ætla að byrja að slaka einum niður yfir United-leiknum Klukkan 14:00 Já
Þannig að þú verður án fesku þegar mamma en blæs á kæfti. Það var geggjaður dagur morgun. Það verður geggjaður dagur. Vonandi þið góða helgi, kæru hlustendur, hafið það hrikalega gott. Við verðum mættir hér næsta föstudag og þá verðum við með, upprunalegt line-up. Steindi Junior verður mættur og verður vonandi hel feskur. En hvað verður Donut Boy þá? Donut, heima hjá mér. Nei, bara hvað það sem hann vill vera. Það sem vilt vera, Richard? Já, bara heima hjá mér Kannski verður augljósar í næstu viku. Það verður ekki erfitt fyrir Steindi að toppa þínar. Nei, ég ætla aldrei að vera með að liða eftir yfir gestur. Takk fyrir okkur í dag, heyrumst næsta föstudag. Vilt þú fara í smára tífóli á föstudaginn ásamt 10 vinum eða vinnufélögum? FM 957 býður þér í frábæra skemmtun í smára tífóli alla föstudaga. Skráðu þig til leiksinn á fm957.is og þú getur verið á leiðinni frítt í sleggjuna, púl, 7 bíó, dansball og fleira og auðvitað skóla niður ísköldum bóla meðan á skemmtuninni stendur. Fylgstu svo með á FM 957. Við drögum út í hverri viku. Ladies ready? Swell. Frábær spennutrillir af hafsbotni. Oh my god. Engin leið út, engin leið upp. 47 meters down. Komin í Smárabíó og Háskólabíó. Þú finnur alltaf ný og spennandi mánaðartilboð í 10.11. Sparkling Ice, Toppur og Prince Polo á ótrúlegu verði í september. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Og hvað á svo að borða í kvöld? Einfaldaðu lífið og rendu við í ljúffengan borgara á grill. Borvélar, sægir, herslulyklar, slípur okkar, vélar, stóra sem smáar frá Milwaukee og Ryobi, verkværasalan Síðumúla 11 og Dalshrauni 13 Hafnarfirði. Ég ætla að fá allir þessi pöður að taka skomblessaðan Chelsea-búningin og smettu legglífu með. Það sjálfsögðu, Jói Útherji, Ármúla. Gæði og glæsileiki, endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Lumi dagljósið hjálpar þér að vakna. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Hæ, þetta Hilmir Snær. Þegar komaði að velja gólfefni, valdi ég Parkett frá Parkett og Golf, Ármúla 32. Íslenskur rjómaís og veganís. Ísbúðin Hafís Bæjarhrauni. Það verður barist Hafnarfjörðin í Ólís-deildinni á mánudag og Stöð 2 Sport með besta sæti. Hauka, FH, 19:50 í Ólís-deild karla. Ekki missa af helstu atvikum umferðarinnar strax eftir leik í uppgjörsþættinum Seinni bylgjan með Tómasi Þór og sérfræðingum Stöðvar 2 Sport. Tryggðu þér áskipti sína 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð.